Já, ég heiti Elínetta. Og Elías heiti ég, kallaður Knörr. Við vorum svona að hugsa svona fugla og frelsi orðanna og landamæri. Svo kom dögunin eða morgunin og já, hvernig sér hver ný dögun eitthvað óhjákvæmilegt og mjög jákvætt en samt fylgir einhvers konar óvissa og það fólk sem reynir að staðla dagana sína. Tíminn spannar hljóðlaus létt. Þar birtast rósfingraðir fiðluleikarar.